Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum hérna mættir í sjávarútvegsspjall og áður en að við byrjum nú að spjalla með formlegum hætti að þá ætla ég bara að hvetja áhorfendur og hlustendur á samstöðinni að taka þátt í að leggja hönd á plóginn og taka þátt í því að byggja upp stöðina og styrkja stöðina. Allt áhuga fólk sjávarútvegsmál sem fagnar því að það sé þó einn þáttur í fjölmiðlum á Íslandi sjávarútvegsmál einu sinni í viku að það sjáu sér og geri það kleift að styðja við bakið á þessari stöð og þessari bæði í útvarpi og sjónvarpi og við nýtum þetta áhuga fólk sjávarútveg og bökkum þessa stöð upp. En gestir mínir í dag eru Sigurjón Þórðarson, trillukall meðal annars á Skagaströnd og Kjartan Sveinsson, formaður strandveiðisjómanna. Er það ekki rétt? Strandveiðifélag Íslands. Strandveiðifélag Íslands. Og Sigurjón hefur verið varamaður í byggðastofnun og aðalmaður, ekki rétt? Nei, ekki alveg. Nei, en þú hefur verið að velta fyrir þér byggðarkvótum, sérstökum byggðakvóta og þessum almenna byggðakvóta. Þetta eru í rauninni tvískipt og hvað mikið af fiski í byggðakvóta? Það svona ekki mikið magn, en kannski áður en maður förum út í þetta að ræða þessa byggðakvóta og ágætt að taka það fram að hér bara plástur á kerfi sem götótt og í mikill kreppu. Við erum að veiða núna rétt helmingina því sem við veiddum áður og síðan eru þessi byggðakvótar til þess að setja á blæðandi sár og þeir eru ofur litlir. Það ekki nema 5,3% af heildarúthlutuninni á öllum afla þjóðarinnar sem einmitt var í plásturinn á blæðandi sár byggðana. Og það eru eitthvað sem hvort að byggðastofnun sé með 6.000 tonn á ári og síðan annað eins sem kallað almenni byggðakvóti. Já. Og það kannski svona full vel í lagt að segja að ég sé trillukall, ég svona áhuga maður þetta en hef á vissulega lítinn bát, segi hér út frá Sauðárkróki, en það nú svona meira með öðru. Ég svona fyrst og fremst hef ég tekið þátt í þessar umræðu bæði sem varaþingmaður Flokks fólksins og sem varamaður inn í stjórn Byggðastofnunar og það kom reyndar ekki til að góðu ég var varamaður inn í stjórn Byggðastofnunar, heldur var það nú bara þannig að ég var nú ekki mjög velkomið þar inn og það var ætlunin hjá Ingu Sæland sem hefur nú stutt þessa baráttu mjög vel að gera mig almanni en einhverju hluta vegna að þá lenti það svo að Sigurður Ingi gerði mig tvisvar að varamanni. Já. Og síðan í þriðja skiptið að þá neitaði hann alfarið að skipa mig í stjórnina og það nú bara vegna þess að ég hreyfði kannski viðkvæmri umræðu að það þá þessi byggðakvóti byggðastofnunar sem eru þessi tonn og sem eru gerðir. Og getur hann ráðið því? Já, hann getur það formlega. Sem ráðherra byggðamála. Sem ráðherra byggðamála. Já. Og það var það sem að ég vann mér til óhelgis. Það var nú kannski það að spyrja gagnrýna spurninga út í þessa byggðakvóta, meðal annars hversuna þeir lentu hjá norskum auðmönnum. Já. Hversuna að það væri bróða því. Ekki bara í einu byggðarlagi, heldur nokkrum. Að ekki einum sporði af þessum byggðakvóta byggðastofnunar sé landað inn í viðkomandi þorp, getum við nefnt Flateyri og fleiri staði og síðan kannski að það sett upp einhver málamyndavinnsla í sumum þessa byggða og síðan fiskinu landað jafnvel í allt öðrum landslutum. Þannig að þetta mjög brogað kerfi. En þessi plástrar eru eins og ég sagði, þeir eru ekki stórir, en þeir
þetta eru hérna blæðandi sár sem kerfið hefur skilið eftir sig vítt og breytt landið. Þetta nú bara hringin í kringum landið að það eru sveitafélög, gamlar sjávarbyggðir sem hafa verið arðrændar. Það þarf ekki nema að fara bara hérna á Suðurland, byrjar á Stokkseyri og Eyrarbakka, 80% af kvótanum farið í Þorlákshöfn. Svo náttúrulega viðbúið að það sé að fara mikill kvóti núna úr Grindavík og það náttúrulega fór allur kvóti úr Sandgerði, einhver kvóti eftir í Garðinum, en síðan var allur kvóti farin úr Keflavík og allur úr Vogunum, allur úr Hafnarfirði, allur úr Akranesi. Það hægt að fara svona hringin í kringum landið. Þetta náttúrulega áfellis dómur bara yfir kvótakerfinu að við þurfum að hafa eitthvað 5,3% plástur. Þetta algjör áfellis dómur á það hvernig sko kvótakerfið hefur rústað hverju bæjarfélaginu á fætur öðru. Og það er engin af þessum bæjarfélögum geta varið sig á nokkurn einasta hátt. Og þetta ennþá að gerast bara út allt land. Þetta sko þróun sem búin að vera non-stop í 40 ár. Já. Eða 30 ár. Og bara nákvæmlega eins og Sigurjón að segja að við þurfum að hafa þennan plástur. Það er engin að spyrja af hverju þurfum við þennan plástur. Jú, en svo ef þú talar 5,3%, að þá sá plástur ekki að fara á þá sem eru með sár. Það fer jafnvel á aðra sem ekki með nein sár. Það náttúrulega eins og maður benti á líka að jafnræði með þessu úthlutun eins og frá Byggðastofnun. Nú ætla ég ekki að gagnrýna endilega þá sérfræðingar sem eru þar að gæsalappa, heldur eru þeir að hlýða því valdboði sem kemur úr stjórnarráðinu og ég held að áhorfendur verði að hafa það á tæru að það eru þetta ráðherrann og það forysta Framsóknarflokksins sem vill hafa þetta svona. Það að það er mögulega enginn í ákveðnu byggðum sem að fá byggðakvótann sem búsettur í plássinu sem getur sótt heldur þarf það að fara í gegnum annan aðila og það nú þannig að einn aðili á landinu með ríflega fjórðung af öllum byggðakvóta sem Byggðastofnun lætur frá sér. Hvaða fyrirtæki það? Það kannski skiptir ekki öllu máli. Það staðsett á Húsavík. Aðalmálið það að ég lagði þarna fram svona almenna leikreglur. Já. Þannig að ef að það væri úthlutað til Bakkaferrar 500 tónnum árlega að þá fengju þá allir jafnt sem það væri með helmingin og hinn helmingurinn færi eftir þá afla síðast árs og það yrði að vera þá bátar á viðkomandi stað, fengju að landa á markaðsverði og síðan ef einhver vildi fá aflan inn til vinnslu að þá fengir hann inn til vinnslu af 15% afslætti af markaðsverði. Larra heldur markaðsverðið en viðkomandi pláss fengi þá 20% af aflanum á markaðsverði sem færi í einhvern uppbyggingasjóð. Þetta væri svona gagnsætt kerfi þar sem allir íbúar í viðkomandi byggð nýtu góðs af því og það verði svona gagnsætt kerfi og menn stæðu svona jafnir að þessu en auðvitað kannski vandinn vítt og breytt landið auðvitað þessi stjórnun, þessi eilífi niðurskurður og sem ekki að skila meiri afla seinna eins og lofað hefur verið. Nei. En svo sérstæki áttu við að þetta sé sérstæki byggðakvóti. Þetta svona sérstæki byggðakvóti í stuttumáli. Þetta eru nokkrir samningar, vítt og breytt landið við aðilega það þarf ekki að kafa langt til þess að sjá svona tengsl sumra inn í stjórnmálinu á Íslandi. Og heldur það nokkuð auðsætt og síðan þegar það minnst á einhverja breytingar í þessu að þá algjörlega lagst gegn því og það líka annað sem ég held að menn verði líka að skoða í þessu samhengi það að stórútgerðin að gramsa í þessu litlu byggðapottum. Já, það liggur ljóst fyrir. Og megni af þessum útlutunum frá Byggðastofnun það lendir að einhverju hluta inn í stórútgerðin eða stórum hluta. Veistu hlutfallið á því? Ég var einhvern tímann búin að það erfitt svolítið að átta sig á því vegna þess að einni fyrirspurninni frá mér inn í stjórn Byggðastofnunar þá fekk ég það nú fram að
Það svona einhvern venjan í því að allur pakkin fari inn til stórútgerðunar. Til dæmis á útgerði Höfn í Hornafirði. Já. Og síðan kemur eitthvað tilbaka. En það virtist ekki vera neitt utanum haldum það, hvað skila sér tilbaka úr því sem að fer inn til dæmis í Vestmiðjuskipið Ásgrím Halldórsson. Já, ég meina hann náttúrulega ekki að veiða bólfisk sátallur, en á móti kemur að þá notaður hann til að taka yfir byggðakvótann og Höfn í Hornafirði og endur útluta honum svo á minni báta. Þetta einhverja svona tæknilegar útfærslur. Ég held þetta sé kannski hluta skýringuna var sá að það sem var inn í pottinum getur ekki nýst þá minni bátunum. Já. Og getur mögulega nýst stærri bátunum og þeir geta notað í skiptum sín á milli. Já, já. En ekki í þessu. Þetta bara komið inn í brask kerfi. Algjörlega. Já, sko, og tegundatilfærslur og annað í þeim dúr. Já, þetta alveg opið lindamál og sko vandamálið þarna náttúrulega, þetta bara svona einn stór drullupollur og það bara verið að hræra í þessum drullupolli þannig að maður sjá ekki neitt og gegnsæið ekki neitt sko. Nei. Þannig að það sem að þeir nota það sem að kallast vistunarsamningar og það var náttúrulega það sem að svarið sem að þið fenguð á sínum tíma þegar að vera að spyrja hvert fara þessar heimildir. Þá þetta þannig að Byggðastofnun útlutar í þetta sveitafélag þessu aflamagni inn á ákveði skip sem að látið vista veiðiheimildirnar. Já, þeir gera sko vistuna samninga við stærri útgerðunar til þess og ég veit ekki, kannski hugmyndin á bakvið þetta allt í lagi þannig að séð, en vandamálið með þetta það að þegar þú ert búin að gera vistuna samninga við eitthvað fyrirtæki, eitthvað stór útgerð sem ekki í þínu bæjarfélagi, að þá hverfur þessi byggðakvóti, að hann hverfur bara inn í rekstur viðkomandi fyrirtækis. Nei, hann hverfur bara inn í kvótahítina. Þannig að þá ekkert hægt að finna út úr því hvað af þessu sko, þetta eins og að setja ferskvatnsdropa í hafið og ætla að finna hann aftur. Þetta nákvæmlega sama, sko. Þannig að þú sérð aldrei hvað, síðan skila sér eitthvað og Byggðastofnun hefur ekkert utanumhald. Hvað verður þennan sértæka byggðakvóta? Hvernig hann skilar sér eða neitt svoleiðis? Og það náttúrulega stór hluti af þessu vandamáli að þetta bara svona drullumall og sko sjómennir farnar að kalla sértæka byggðakvótan bara kvóta þvottastöðina. Vegna þess að þarna verið að þvo kvótan og afmá öll sem sagt einkenni sértæks byggðakvóta og þannig að hann fari bara inn í stóra kvótakerfið og svo veit ekki enginn hvað verður hann. Það kannski að því við erum á samstöðinni og svona alveg við hæfið að minnast á það að stundum fá einhvern samning einhvern byggðakvóta frá Byggðastofnun. Þá eru þeir komnir með ægivald yfir þá litlu trillónum sem þeir fá til að veiða. Og þá jafnvel dæmi félagsleg undirboð. Það sem að menn eru sagðir, jú, þú getur fengið eitthvað kvóta, en þú fær bara fjórðungin af því verði sem markaðurinn gefur. Eða þá að eins og þetta líka, jú, þú mátt landa á helmingnum á markaðsverði, en við viktum upp úr bátunum hjá þér. Og þannig að það svona ýmsar svona sorgasögur í þessu. En var stjórn Byggðastofnun ekki líka, þegar maður segir frá því, að þegar ég opnaði þessa umræðu inn í stjórn Byggðastofnunar, þá var því nú kannski ekki alveg fagnað, og það var nú misvel tekið. En það sem ég fannst eiginlega átakanlegt eftir að hafa tekið þátt í stjórnmálum, bæði í sveitarstjórnarmálum, landsmálum, í starfi íþróttahreyfingarinnar og hinum og þessu félagsmálum, alveg frá bara blautu barspinni nánast. Að það sem að þeim datt á í hug þarna og var fyrsta verka, það var að fá góðan ráðgjöf og lögfræðistofu út í bæ að væða siðareglunar til þess að koma í veg fyrir málfrelsi, koma í veg fyrir jafnvel fyrirspurni og að geta vísa þá viðkomandi úr stjórn.
En þetta auðvitað eitthvað sem að ég kvartað undan við forsætisráðherra sem yfirmaður stjórnsýslunar í landinu. Já. Og í rauninni stóru undarlegt og ég bara fór eiginlega að velta fyrir mér í hvaða land í stattur eða fyrir hvernig hvað í gangi. Erum við ekki öll að vinna í þágu almennings og þetta fari út og sé hafið þoli svona að þetta sé grannskoðað. Hefurðu verið í Rússlandi nýlega? Nei, En þetta rosalega mikilvæga punktur sem að Sigurjón kom þarna inn á með þessi félagslu undirboð vegna þess að smábátasjómenn þeir hafa í rauninni engan aðgang að þessum byggðakvótum öðruvísi heldur en í gegnum stærri aðila og eru þar með alveg gjörsamlega ofurseldir þeim og þeirra valdi. Og þeir, þessi stóru aðilar, maður þekki dæmi það út bara öllum landshornum. Það sem að þeir, nýta sér þennan aðstöðumun og bara nýðast á smábátasjómönnum til þess að gefa þeim bara, til þess að þeir geti fengið bara einhverja smá lús í viðbót, við í lokstrendiði tímabilsins eða eitthvað svoleiðis. Og þessi félagslegu undirboð, þetta eitthvað sem að Byggðastofnun á alveg að vita af, en horfir algjörlega í gegnum fingur sér með. Og ég menna þetta horfir framhjá því. Horfir alveg framhjá þessu og þetta ekki það eina sem þeir horfa framhjá, þeir horfa framhjá bara skýrslur sem eru falsaðar, vorskýrslur, vigtar og ráðstöfunarskýrslur. Það eru fyrirtæki út allt land sem að falsa þær í stórum stíl og fá síðan bara meiri byggðakvóta á móti út á falsaðar skýrslur, Og þetta, þeir horfa algjörlega framhjá þessu. Og svona hlutir eins og það var nú eitt fyrirtæki sem að seldi skip með kvóta og eigendurnir stungu 2,5 milljarði í vasan, keyptu síðan skipið aftur, kvótalaust, settu það á nýja kennitölu og fengu síðan byggða kvóta aftur. Hvað eru menn sem að voru að stinga 2,5 milljarði í rassvasan á sér að fá byggða kvóta? Ókeypis kvóta frá ríkinu. Já. En þetta eru reglur sem að Byggðastofnun. Já, ég vil segja miklu frekar, þetta ekki endilega reglur. Það ýmislegt svona sem greinilega andstætt reglur. En þarna eru pólitísku skilaboðin frá forystu Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins sérstaklega að þau skína þarna í gegn. Og það held ég alveg kristaltært. Við verðum líka að sjá svona, ef við tökum innan almenna byggðakvóta, aðeins út í hann. Já. Og menn sjá alltaf, almenni byggðakvótinn. Og halda þá að það lendir svona með málefnalegum hætti til þeirra byggða sem að svona helst þurfa á því að halda. Já, það voru nú 3 atriði sem voru viðmið til þess að þú fengir almenna byggðakvóta. Það var að það hefði fækkað störfum í sjávarútvegi, að það var að kvóti hefði flust í burtu af svæðinu, úr byggðarlaginu og svo hvað margt fólk vann við fiskvinnslu. Jú, það sem kannski líka í þessu bara, ég þekki það nú bara eins og mínum heimabæ, Sauðárkróki, þar ein vinnsla. Já. Og það sem gerðist núna og kom mér verulega óvart, bara mjög óvart, að það hefur nú alltaf ekkert sveitastjórnin þessara ágættu flokka sem ég nefndi áður, hefur alltaf verið mjög hlýðhöll minni bátunum og sett alveg ákveðið þak á það að togararnir fengi ekki meir en 10 tonn. En núna, og sveitafélagið ætla að halda því áfram, en núna breytt svona einhverju viðhorf hjá fiskiðinu og kaupfélaginu, þar sem þeir sækja mjög stíft í það að fá nánast allan þennan byggðakvóta. Það eru 140 tonn. Það eru 140 tonn og þeir eru einu sem það ger krafa ef það eru almenna reglur að það séu það sé vinnsluskylda og til að fá þessa úthlutun og það náttúrulega orðið bara svona algjör skrípaleikur og að fyrirtæki sem eitt stærsta fyrirtæki á landsvísu sé með einhverju lagataknilegum ástæðum brellum á segja eða það svona algjör afskræming á hugtækinu byggða sjónamið og byggða kvóti
að þetta stórfyrirtæki sé að ná þessu með svona einhverju lagatæknilegu hörku, 140 tonnum. Já, en og þeir jafnvel eru að- með 21.000 þorskígildis tonna kvóta, Já, fiskiðan. fiskiðan, Já. en að baksa við það að reyna að fá hlut af þessum 140 tonnum sem eru ætlaðir í byggðalagi. Já, nú ég nefnilega meðlumur í kaupfélaginu og svona og stið það ýmsu en þarna vantar einhverja sjálfsgagnrýni hjá yfirmönnum KS og fiskiðunar að vera að kroppa í þetta. Já. Þetta alveg fyrir neðan allar hellur. Þarna finnst mér svona eins og einhver lýstu þessu að þarna sé nú farið að býta svona ansið nálægt greninu. En þetta Þannig að ég bara það sem ég að segja að byggðakvótinn, hann að lenda stórun hluta hjá fyrirtækjum sem eru mjög stöndu og eru jafnvel komin upp fyrir kvótaþækið. Já, jafnvel. Nei, þetta sorglegt að menn skuli þurfa að standa í þessu, en auðvita þurfa menn einfaldlega að komast út úr þessu kerfi og hætta þessum útlutunum í kílóum og tonnum. Já. Og gera og stjórna fiskveiði með öðrum hætti heldur við erum að gera. Já. Það lykilatriði. En þangað til að það gerist, þá það náttúrulega bara mjög önugt að þurfa að vera að standa í þessu og berja svona hausnum við steini sambandi við alla stjórnsýslu í kringum þetta sko. Og það tók náttúrulega steinin úr þegar Ríkisendurskoðun gaf út sína skýrslu um byggðakvótana, að því að ég veit alveg nákvæmlega hvaða gögn þeir fengu gögn um þessa kvótaþvottastöð og allt braskið í kringum það. Þeir fengu gögn félagsleg undirboð og hvað farið illa með sjómenn og annað slíkt. Þeir ákvaða nefn ekki neitt af þessu. Þeir fengu gögn um norska laxeldisrisa sem voru að fá. Þeir gerðu ekkert með þetta. Það sem þeir gerðu, það var eina sem þeir gerðu, var að segja almenni byggðakvótinn það má alveg slaufa honum og kannski bara leggja hann inn í sértæka byggðakvótann vegna þess að þar allt í blóma. Og á hverju byggðist þessi röksemdafærsla? Hún byggðist á skýrslu auðlindarinnar okkar. Og það var það sem skýrsluhöfundar þar sögðu að almenni byggðakvótinn var úr sig gengin en allt í blóma sértæka byggðakvótanum. Og hvaða röksemdafærslu komu þeir með? Enga. Það var engin röksemdafærsla í auðlindinu okkar sem að sagði að þetta væri svona. Þeir sögðu, fólk út á landi hefur verið að segja okkur þetta, punktur. Þannig að þarna sem sagt, Ríkisendurskoðun að taka eitthvað bull sem að auðlindin okkar skrifaði og bara dró út úr eyrun á sér, eða ég veit ekki hvaðan þið fengu þetta. Úr hatti eða einhverju hagfræðinga skýrslu einhver staðar. Og þarna þetta komið í svona hringavitleysu þar sem að kerfið farið að vitna í sig sjálft og farið að verja sig sjálft með því að svona apa vitleysuna upp úr sjálfur í sér. Og í tengslum við þetta líka vegna þess að Ríkisendurskoðun fór aðeins út í þetta með eftirlit byggðastofnunar á útlutunum. Og þá kemur það bara ljós að það ekkit eftirlit. Nei. Og það bara kemur skýrt fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar að eftirlitið með því hvað verður þennan kvóta ekki neitt. Og hefði ekki eitthvað viðvarana bjöllur átt að hringja hjá Ríkisendurskoðun þegar þeir biðja verklagsreglur, varðandi úthlutun og eftirlit með hvað verður kvótan, og svarið það ekki til. Nei, en hvernig stóð á því að laxeldisfyrirtæki fékk kvóta? Já, þeir vilja, byggðastofnun sagði bara, herðu, þetta var bara, við föttuðum þetta ekki og lofum að gera þetta aldrei aftur. Og þeir segja það með allt sem að kemst upp, ég meina, þú veist, það var fyrirtæki í fyrra sem var staðið að því að... Hvaða fyrirtæki var það sem var að fá byggðakvóta? Laxeldisfyrirtæki? Laxeldisfyrirtæki, var þetta ekki eitthvað á Djúpavogi? Já.
og við skulum ekkert vera að fara í einstök fyrirtæki, ég held að það er bara miklu betra að einbeita sér að hérna heildarmyndinni, en það til dæmis að fyrirtæki sem að fær sko mikinn byggðakvóta á hverju ári sé staðið að því að falsa vigtar og ráðstöfunarskýrslur og það er ekkert gert með það. Það er engin viðurlög, þeir fengu bara tækifæri til þess að afturvirkt leiðrétta skýrslunar og það gerist ekkert. En ekki bara ýmislegt í gangi í íslensku sjávarútvegi sem við viljum ekki tala um. Við erum að tala um brottkast, við erum að tala um framhjálöndun, við erum að tala um vigtarsvindl, við erum að tala um ýmislegt. Tegunda tilfærslur, menn landa ufsa, þorskur undir, bara eins og í verbúðinni. Steinbítur hon á þorsk þetta allt svona en við vitum það náttúrulega í strandveiðkerfinu að þegar maður komin í nógu mikla spennitrögi þá eiginlega vonlaust að svindla á kerfinu sko en í bæði þessu byggðakerfi og náttúrulega í stóra kerfinu að þá bara sko þeir fá svo rosalega mikið svigrum til þess að svindla og allir loka svo fast augunum þegar þeir sjá svindlið eða loka eyrunum þegar þeir heyra það sko. Og þetta allt opin leyndamál, það allir sjómenn á Íslandi sem að vita alla þessa hluti. Svo eigum við nú einhverja 3 á Hofsós sem voru gerðist sekir, vigtuðu eigin afla af því að vigtamaður var ekki á svæðinu. Það var væpamenn. Þetta náttúrulega svolítið brandari sko og það náttúrulega, ég sjálfur nú að stýra lítill eftirlitsstofnun sko og manni finnst þetta vera eða miklu púður í nákvæmlega ekkert og við vitum það það hérna ákveðin öfl sem að þjaka Íslands samfélag. Við erum með óuppgerð mál sem að snúa að Samherja, við erum með mál sem að snúa að því að það eru hérna stöðu slagsmál við Samkeppnisstofnun og við erum með ástand það sem að undirstöðu eða helsta útflutningsafurð þjóðarinnar að hún fer seldi í gegnum sölufélög sem eru staðsett í skattaskjólum. Þetta er auðvitað ástand sem að engin vestræn þjóð sætti sig við og ekki einu sinni Namibía sko. Nei. En það er náttúrulega þeir búnir að vera með grunaða aðila undir lás og slá í 4 ár. Já. Og það sem að er einhvern veginn og það sem ég hef aldrei skilið við SFS það er það að sjá ekki að sjá offsjónum yfir þeim litlu í atvinnugreininni og vera að kremja og merja alla nýliðun. Þetta mun náttúrulega enda með algjörum ósköpum fyrir þá sjálfa, þá stóru og því að það eru svo sannarlega mikil tækifæri bæði að auka aflan fyrir togara og sömuleiðis fyrir minni báta. Þannig að það ég segi það, ef mann myndi svona snúa bökum saman í að gera þessa atvinnugrein bara sanngjarnari, það væri látin sanngjarnt markaðslögmál gilda og í meira mæli og menn reyndu að opna greinina. Það væri, ég vissum að þeir myndi bara sofa betur á nóttinni sko. Í staðinn fyrir að vera hérna heilu fundunum í það og tilfinninga þrungnum greinum yfir einhverju sem ekkert sem fer til strandveiða. Jú, en þegar að menn ákveða að setja strik í sandinn og hleypa strandveiðibátum og öllum breytingum eru þeir á móti sama hvað lítið það af því að þeir eru að verja vígið sitt. Þá vilja þeir ekki hleypa neinu í gegn. Nei. Og þess vegna setja þeir strikið í sandinn til þess að verja það. Kannski að Kjartan getur nú betur sagt frá því að það eru auðvitað þannig að þeir eru líka feimnir við þessa umræðu. Hvað verðmæti þá þessi afla sem er að koma af dagróðrabátunum meiri. Þú þekkir það nú kannski betur, er það ekki? Meinaru þeirra hræðslu? Þennan samaburð. Við erum að tala um fisk upp úr sjó, verðlagning á honum. Það er eitthvað hátt í 500 krónur að meðaltali á óslægðum fiski úr strandveiðibátum
þorski. Já, sko, munurinn rokkar svolítið á milli ára og ég meina kannski þetta bara kaltani örlagana að þeir náttúrulega nota þessi skattaskjól til þess að selja sjálfum sér og á lægra verði og þá getum við komið inn og sagt bara, heyrðu, við erum með miklu hærra verð heldur en þið og miklu meira aflaverðmæti, þannig að kannski það að skjóta þessi í fótinn en ég held að það sé ekkert allir sem að gera það þannig að sko Það veit ekki. og ég held að sko að þetta fer svolítið eftir árferði en í hitti fyrra að þá voru við strandveiði sjómenn að selja okkar afla á 25% hærra verði heldur en ísfisktogarar. Já. Og sko það... Var það þá tekið tilliti þess að þeir voru að selja slægðan fisk en þið óslægðan? Já. Þetta er bara kík. Það er alveg ljóst ef það er stæða með dagróra afla með krókum við hliðin á vikugömlum tógar afla á markaði að þá selst dagróra aflinn mun hærra verði. Já, það gefur auga leið þegar þú ert að kaupa fisk í fersk útflutning í flugvélar eða skip, unnið, ferskt, flök, jafnvel róðrifinn og allavegana, að þú vilt vera með nýrri afla. Já, og þá hefur hann lengra sölugildi í fiskbúð erlendis. Já, og svo er fólk í erlendu stórmörkum, ég held ég hef nú sagt það í þættinum hérna hjá þér áður að fólk er tilbúið til þess að borga hærra fyrir krókavitan fisk, jafnvel þótt að hafa ekki hundsvit á hver gæðin eru, Nei. bara út af umhverfis og félagslegum ástæðum, sko. En ég ætla að stinga því inn í, sko, ef við erum að fá þarna 25% hærra verð fyrir okkar afurðir, ég á ennþá eftir að finna þann hagfræðing sem að getur útskýrt fyrir mér hvernig það getur mögulega verið þjóðhagslega hagkvæmar að fá lægra verð fyrir útflutningsvöru heldur en hærra verð í fyrsta lagi. Það getur aldrei verið. Þannig að það getur aldrei verið. Þannig að sú röksemdafærsla að stóru útgerðarnar séu hagkvæmari, hún er bara farin þarna út gluggann. Í rauninni ættu við að vera að leggja áherslu á það á meðan að strandveiði bátar, línubátar, litlir og aðrir krókabátar sem er að veiða á krók væru að veiða sem mest af fiski. Já, að sjálfsögðu og þetta er ekki eina ástæðan. En sko, þannig erum við að fá 25% hærra verð fyrir aflann undir í þeirri spennu treyju sem að við erum. Já. Og hugsa þér þá, ef það er laust af okkur beislið, hvað við getum gert rosalega góða hluti varðandi aflaverðmæti, ef við neyddumst ekki til þess að fara út í brælum og veiða smáfisk, kannski, ég veit ekki, 5 hvern róður, ef við getum bara alltaf farið út og veitt verðmætasta fiskin. Ef að þeir fyrir norðaustan getur fengið að róa í júlí og ágúst og september og þeir fyrir vestan getur fengið að róa í apríl. Ef við fengjum aðeins meiri svigrúm, hugsið ykkur hversu rosalega aflaverðmæti við getum þá búið til. Það væri hægt að breyta mikilli verðmæta eða breyta þessu í meiri verðmæta aukningu heldur en er í dag. Já. Það sem að sakna líka, sko, að það komi til dæmis frá aðila eins og Byggðastofnun, Hafró, fleiri, að það væri menn myndu svona skoða með jákvæðri hætti að borga sig auðvitað, ef með mörg fiskimið, að nýta við öll. Já. En að vera ekki að eins og kerfið er núna, þá er það alltaf að ýta meir og meiri hluta af aflánum á togarana, á stóru skipin. Þegar að það er kannski augljóst, að allavega finnst mér það sem líffræðingur, að nýta alla berjamóana í kringu landið. Nei, þú átt bara að nota það sem er í Þjórsárdalum. Já, þetta er svolítið þannig, sko, vegna þess að við erum auðvitað með mörg fiskimið í kringu landið og menn þurfa að nýta þetta allt. Og þetta eru líka staðbundin stofnar. Já. Og þar að leiðandi er það best fyrir heildarstofnin að það sé verið að nýta þetta sem víðast. Og svo horfum maður náttúrulega líka á það að meðaltalsvöxtur þorsins er að dragast mjög mikið saman núna, segja skýrslur Hafró. Já. Og
þá ekki rétt að veiða? Bæti í veiðarnar. Það myndi bóndinn segja í Skagafirði. Já, bændur setja Hann myndi ekki setja á ef hann ætti ekkert hey fyrir það. Nei, eða bara beiti land. Þetta segjum við líka auðvitað sem að horfum á þetta bara svona eins og venjulegi líffræðingar sem eru ekki búin að týna okkur í einhverju mótili sem hefur ekki gengið upp síðan 1983. Já, við erum búin að vera með tilrauna starfsemi við að byggja upp fiskistofna á Íslandsmiðum og það hefur ekki tekist í einni einustu tegund og ekki nóg með það, heldur nánast engin veiði, bönnuð lúðuveiði, bönnuð loðnuveiði, bönnuð humarveiði, sáralítil rækjuveiði og annað í þessum dúr. Þannig að það eru vissulega tækifæri. Karfa veiði sáralítil og við erum bara í ótrúlegum málum og svo höfum við fengið fulltrúa frá Hafró, 2 aðila og þeir taka ekki og vilja ekki ræða hvaða veiðarfæri við eigum að nota. Þetta ráðgjöf hvernig við eigum að nýta miðun okkar best og hvernig það færi best á því og þeir hafa enga skoðun á því hvort á að veiða í dregnu veiðarfæri eftir botninum eða hvort við eigum að veiða á krók. Ég ekki alveg viss að þeir hafa ekki skoðun á því, en þeir vilja ekki segja hana. Þeir segja hana ekki af því að þeir mega það ekki. Og ég held að sé kannski líka vegna þess að ágæti sérfræðingar byggðastofnunar fylgja þessum lífseðli sem kemur frá ráðandi stjórnmálaöflum. Það held ég málið í þessu. Það einhvern veginn ekki hægt að taka þessa umræðu svona, ég meina það alveg augljóst. Og ég meina, ef maður bara fer yfir að ef maður að veiða helmingi minna nú heldur en gerðu áður, það eitthvað sem maður má gera betur. Ég held að það blasi við. Það helvita manni, en samt okkur boðið upp á það, til dæmis í fréttatímum RÚV, að hér sé bara eitthvað eitt besta kerfi í heimi og engri gagnrýni hleypt að og til dæmis að þegar ég var þingmaður og hafði þá áhuga auðvitað á þessu málu sem ég hef haft allan tíð. Að þá var það ekki til endilega að ræða þessi mál. Nei. Alls ekki. Sem að þá brunnu á bæði svona út frá byggðasjónarmiðum, út frá hagsmunum samfélagsins, heldur var maður kannski kallaður í þætti til að ræða einhver allt önnur mál. Já. Nei, en það líka eitt atriði, það þöggunin hjá íslenskum fjölmiðlum þessi mál. Það var að verða að loka strandveiðum fyrir viku síðan og stoppa strandveiðar. Það var nánast ekki talað við neitt fulltrúa frá ykkur í strandveiðifélagi. Jú, það var nú aðeins... Já, ég meina, það var bara í mýflugumynd. Já, en við fengum aðeins að koma okkar skoðunum á framfæri, en þetta alveg rétt, ég meina, það má ekkert ræða, sem sagt, neinn alternatív við kvótakerfið, sko. Það alveg bara harðbannað og þeir eru útrópaðir sem að reyna að gera það. Við getum séð sko líka að við tökum Þorpin þegar Akranes misti kvótan. Já. Voru 5 mínútur þar. Ólafsvík, Steinun Seld. Já. 5 mínútur. Og jafnvel forystumennir í þessum þorpum eins og í Ólafsvík voru einhvern veginn að telja að þetta væri nú bara svona menn færu bara að snúa sér öðru þetta fyrir vestan og svona getum við lengi talið. Það fá allir sínar 5 mínútur en við fáum ekki þessi dýpri umræðu, til dæmis hvort ekki væri rétt að fyrst að svo komið fyrir þessum þorpum, hvort að það þurfi þá ekki að bæta verulega í og fara betur með þessa byggðakvóta, eða þá eins og ég myndi gjarnan vilja að við færum bara í forseturnar á kerfinu. Og við þurfum auðvitað að skoða það að kerfi sem skilar miklu minni afla, ekki bara í þorski, heldur í nákvæmlega öllum tegundum. Það í öllum tegundum. Og loðinu líka. Já. Já, það náttúrulega líffræðin, sko, en svo náttúrulega félagsfræðin og inn í þessu líka að þetta ekki bara kerfi sem hefur brugðist, sko, að byggja upp þorskstofna, heldur þetta kerfi sem hefur rústað hverju bæjarfélaginu á fætur öðru og langsamlega stærstur meiri hluti Íslendinga þolir ekki og hatar.
Það bara þannig. Það er 85% af þjóðinni vill nýtt kerfi. Já, en samt átt að vera svo æðislegt. Já, það eru bara þessir hagsmuna aðilar, þessi 10% sem eiga beina hagsmuni af því að hafa þetta og hafa orðið íslenskir auðkýfingar, eiga eignir og hafa fjárfest ellendis út víðan völl, eiga peninga jafnvel í skattaskjólum og annað víða og á Íslandi er það þannig að þeir eiga ekki bara fiskvinnslur og útgerðir, þeir eiga tryggingafélög, þeir eiga olíufélög, þeir eiga jafnvel banka og þeir eiga skipafélögin. Já, orðnir stórtækir í húsnæðismálum og það var nú hérna frétt daginn að 90% af nýju húsnæði er bara ekki keypt upp af einhverjum svona félögum. Útgerðarnir eru stórtækar í þeim. Miðbæinn á Selfossi. Jú. En auðvitað fellur þetta kerfi og það er bara spurning hvenær það fellur og mér hefur fundið svona RÚV hefði mátt væga sagt taka þessi mál fastari tökum, bæði líffræði þáttinn, félagslega þáttinn, ekki hvað síst, þetta er auðvitað alveg að vera að leiða þarna bæði mikla svona eignaskerðingar yfir fólk og dregur líka þetta hefur víðtækan svona áhrif í hvað varðar byggðirnar, ef þú áttu alltaf vona á því að fyrirtæki fari þá ertu kannski ekki að reisa hjólbarða verkstæði. Ég kom út á landsbyggðina einu sinni, norðaustur hornið og þar var nýbúið að selja togara á plásinu og maðurinn sem við heimsóttum, hann var á atvinnuleysisbótum heima og konan hans, hún hafði mist vinnuna í frystihúsinu af því að togarinn var farinn og kótinn í burtu og húsi sem að þau höfðu áttu að það hafði verið 12 milljón króna virði á meðan að kótinn var í bæjarfélaginu en þegar hann var farinn þá gátu þau ekki selta fyrir 2 milljónir. Það var eignar upptaka hjá þessu fólki algjör frá að til öða og þau voru í þeirri stöðu að þau gátu ekki flutt í burtu. Og þetta er sama sagan bara út allt land sko. Og þetta er víða. Þetta er ekki einstæmi. En hvað segið þið? Hvað leggið þið til að verði gert í þessum málum núna á næstunni? Næstu skref, ég sko nú sem formaður strandveiðifélagsins að þá held ég að hérna það verði núna bara verði að taka á því máli og gera það kerfi mannsæmandi. Þetta er þriðja árið í röð sem er rétt slefust yfir hálft tímabil og það sem að náttúrulega sumar sýndi var það hvað þarf ótrúlega lítið upp á til þess að dæmið gangi upp. Já. Og við þurfum ekki að fara sko, bara fyrir strandveiðkerfið, þá þurfum við ekki að fara í einhverja meiri háttar kerfisbreytingar og þarf ekki að taka af einum eða neinum. Þetta er bara nákvæmlega ekkert mál. Það þarf að bæta við 5.000 tonnum. Já, eitthvað svona eitthvað svoleiðis sko. Þá er þetta bara komið. Það er afli á einn skuttogara? Já. Þannig að það verður bara að ganga í það í vetur. Það er ekki hægt að sko, stjórnvöld hafa alltaf hummað þetta fram að sér og svo bara kemur allt í apríl og þá fara þau bara að líta á klukkuna og hugsa með sér byttu nú við strandveðar eru það að byrja eftir korter sem sagt. Hérna þurfum við ekki að fara að dundra út einhverju reglugerð eða eitthvað. Svona er þetta búið að vera ár eftir ár og allt fer í skrúfuna og allt fer í vaskinn. Og ég hef alveg ágætt að trúa því að Bjarkey, sko, hún sýndi það núna í sumar, að hún er tilbúin til þess að standa með okkur, standa í lappirnar með okkur gegn stórútgerðinni. Vegna þess að sko, það sem að við höfum sko, heyrt í almennu umræðu, það er ekkert miðað við hvernig stórútgerðin hegða sér á bakvið tjöldin, gagnvart ráðamönnum. Og ég veit það ekki, en það kemur mér mjög óvart ef að þeir hafa ekki hótað henni öllu illu ef hún myndi láta okkur fá þessi 2.000 tonn sem við fengum. Þannig að hún gerði það
og sko stóra prófið verður hvað hún gerir í vetur og ég er bara nokkuð bjartsýnn á að hún allavega ætla að eiga við okkur samtalið hvernig væri hægt að gera þetta vegna þess að öðruvísi virkar þetta aldrei en er eitthvað verið að pæli því að láta þetta virka? Er þeim ekki bara nákvæmlega sama? Er það ekki það sem þau eru búin að vera að gera? Já, það náttúrulega pressan sem að kemur frá SFS. Þau hleyptu stærri trollbátum með meira vélarafl nær landi? Já. Ég ætla að gefa henni séns. Við urðum fyrir alveg ferlegum vonbrigðum með Svandísi. Það er bara, sko, leiðir okkar skildu ekki í góðu. Það er bara hægt að orða það þannig. Við upplifum okkur sem bara mjög illa svikin af henni. En það verður forvindilegt að sjá hvernig það verður núna í vetur. Og ég veit ekki, sko, að það er svo lítið sem vantar upp á. Og SFS er náttúrulega bara hrætt að leið og við erum bara búin að sýna fram á hversu vænlegur fiskveiði kostur smábátar eru að það fari alltaf meira og meira í smábátana. Það er þeirra martröð, sko. Já, en það er bara eðlilegt. Já, þegar þú eyðir minni olíu til að sækja fiskin. Þetta er bara sjálfsögð samkeppni, þetta er bara lögmál samkeppnar. Ef að þú ert betri í einhverju, að þá bara vinnur þú. Já, það er eðlilegt. Það er bara markaðslögmál og samkeppni. Vitlaust gefið í þessari samkeppni. Já. Það sem að mér finnst kannski vera mjög mikilvægt núna fyrir byggðasjónarmið og allt, það er að menn markaðstengi þetta. Það skiptir máli að menn að fisku fari á markað og stuðningurinn verði þá að við dreifið byggður mögulega í flutningsstyrkjum og öðru, það er ýmislegt sem er mjög jákvætt við að reka til dæmis vinnslur út á landi. Það er getur verið húsnæði sem er ónýtt og allt það. En það tel ég vera mjög mikilvægan þátt til þess að fá meiri bæði jöfnuðin í þetta. Þá munu þeir sem að kannski geta sótt sjóinn með ódýrasta hætti, þá mun fiskurinn eða veiðiheimildirnar í hvaða formi sem það verða leita þangað og ég er alveg viss það mun þá líka verða þjóðhagslegra hagkvæmara. Þeir munu kannski fá fiskinn líklega sem að geta gert hve mest verðmætt úr honum. Og síðan er auðvitað alveg ljóst að það er ekki hægt að ofveiða með handfærum. Það er bara, eða krókum. Fiskurinn er ekki og þessi ofstjórnun sem er þá bara einfallega að gefa handfæraveiðar frjálsar. Allavega má gera það þá þannig að menn fái 10 daga í mánuði eitthvað, þannig að menn séu ekki að fara út í vondu veðrum og á litlum bátum. Nei, þú veiðir ekkert í vondum veðrum og handfærum. Nei, menn eru svona sumir, þegar það er einhver svona pressa, þá eru menn stundum að fara kannski í hálfgerði brælu út. Jú, og menn eru innan fjarða jafnvel þar sem firðir eru að þá fara og eru í smáfiski frekar heldur en að fara ekki. Við sjáum bara til þess bara þetta litla frelsi, þetta er bara brot. Ég meina þetta er 1% af öllum veiðheimildum í Íslandi sem að fóru í þessar strandveiðar sem mikið rætt þó þetta sé bara 1%. Hvað þetta var til af hennu góða, það voru þarna fiskur að fóra á markað, það var lífið öfnunum. Þetta er eitthvað sem fólki vill. Jó, ekki nóg með það að það er bara eins og núna. Nú er bara kaos þegar að strandveiðiflotinn er stopp. Það eru fyrirtæki sem byggja á því að fá þennan afla. Og nú eru þau bara í vandræðum og sumir bara verða að loka þangað til 1. september. Þá nýtt fiskveiðiár byrjar af því að þeir hafa ekki aðgang að hráefni. Þó þeir væri að kaupa það á hæstu verðum bara til að geta þjóna sínum viðskiptaaðilum. Og þetta er ekki bara fiskvinnslunar, heldur þetta líka flutningsfyrirtæki og fiskmarkaðarnir og löndunarfyrirtæki og allir pakkinn. Maður er svo hissa á. Flugið að menn skuli ekki eins og núna að það var verið að setja grásleppuna inn í þetta illræmda kvótakerfi og við vitum alveg hvað það endar í minni veiði og bara klárið vitleysu og VG var til dæmis á bakvið það og að setja stóru togarana upp í fjöru. Þetta er alveg stór undarleg. Ég bara vonast til þess að menn svona fari og skoði þetta með jákvæðri huga
meira frelsi í þessu. Og það bara margt og flest sem bendir til þess. Það bara skemmtilegra að vera á Íslandi, það myndi skila meiri arði og svo allar líffræðilega kennitölur, til þess vöxtur, þorsins og annað, að þær ættu að styðja hvort sem að ráðurinn heitir Bjarki eða Inga Sæland hérna á næsta kjörtímabili sem ég vona verði, að það munu auðvitað, þú veist, það munu verða svo mikill ágóði og staðinn fyrir að vera alltaf í þessari kreppu og rugli svo búið að vera hérna. En það væri náttúrulega ekkert að því að gefa 20.000 tonna kvóta fyrir strandveiði báta og handfæra báta hvernig sem það væri á ári. Nei, gera þetta með svipuðum hætti og norðmenninir ætla að gera núna þegar þeir eru að skera niður hjá sér í Barentshafinu, þá ætla þeir ekki að hreyfa við úthlutun á strandveiðiflóttan. Og þetta er mjög mikilvæg punktur vegna þess að það sem SFS notar alltaf, að þeir nota alltaf Noreg sem einhverja grílu. Já. Og koma aldrei með einn gögn máli sinni til stuðnings. Þeir segja bara, það er allt í kalda kolum í Noregi og það var ekki seinast á fundi SFS þar sem að einhvern veginn tókst Sigurður Inga að hræða líftórn og greið Kristrúnu með þetta að laugana fulla yfir því að það væri bara allt í rúst í Noregi. Noregur bara að gera góða hluti í sjávarútvegi. Það er bara allt í blóma þar og ekkit verra og jafnvel betur heldur en á Íslandi. En hjá þeim að þá er það bara opinber stefna að smábátar njóta vafans og smábátar njóta þess svigrúms sem að til er. Og þetta er alveg rétt hjá þér að þetta er það sem að kallast trålstíken, að þegar það er samdráttur að þá er það í heimildum eða í ráðgjöf að þá er það togararnir sem að taka skellin. En þegar það er síðan uppsveifla þá fá þeir þannig að það er miklu meiri stöðuleiki fyrir smábátana sem að mega mjög lítið við einhverjum sveiflum en stóru aðilarnir sem eru mun sterkari hvað það varðar að þeir taka á sig sveiflunar. Stundum hafa íslenskir útgerðarmenn LIU klíkan gamla talað að væri verið að ríkisstyrkja sjávarútveg í Noregi. Það er svoleiðis gjörsamlega út í hött að tala ríkisstyrki í Noregi á miða við hvað ríkisstyrkurinn er á Íslandi. Það er engin sjávarútvegur í heiminum ríkisstyrktur jafn mikið eins og á Íslandi. Og ég sá nú bara í morgun í grein að það vantar 1,5 milljarð upp á það að veiði gjöldin sem sjávarútvegurinn er að borga dugi fyrir rekstri Hafrannsóknastofnunar, Fiskistofu og Landhelgisgæslunnar og öðrum stofnunum. Þetta var frétt frá því fyrra það sem að Þórólfur Matthíasson tók þetta saman og komst einmitt að því að það er hallu upp á 1,5 milljarð af því sem að stórútgerðin setur inn og það sem hún fær út Það er kannski eitt í þessu. Það var þetta kom fram í skýrslinu Auðlindin okkar, eitthvað svona þetta var getið upp eftir skýrslu eftir Svein Agnarsson, doktor, víst. Og svo fór ég og spurði hvaðan heimildirnar voru komnar og hvað menn er að bera saman. Og ég margspurði ráðuneytið þetta og ég hef ekki fengið ennþá nein gögn það. Það er nefnilega þannig til dæmis í Bretlandi, ég skoðaði þetta þar og þá voru menn að bera saman til dæmis reksturinn á Landhelgisgæslu, fiskieftirliti, hafrannsóknum og einu og öðru sem snýra menntun í greininni. Þeir leggja þetta sem ríkistyrk. En það er ekkit endilega gert í þeim samanburði sem er lögð hér á borð og það er ekki málefnilega gagnrýni, heldur er bara gleypt kannski af megin fjölmiðlunum. Þetta er alveg rétt. Þau segja þetta alltaf að Ísland sé eina fiskveiðistjórnarkerfið í heiminum sem er ekki ríkisstyrkt, en þau koma aldrei með útreikninga. Hvað er ríkisstyrkur þegar þú færð veiði heimild afhent á ókeypis eins og var gert í upphafi? Og menn gátu selt og geta selt núna tonna þorski fyrir 6,5 milljón.
Já, ég menna það Hvað er ríkistyrkur? Já. Þegar að ákveðin fjölskylda eða ákveðin fyrirtæki þó það sé EHF geti selt 1000 tonn fyrir 6,5 miljard. Það sem er kannski sorglegast í þessu er að þessi tala 6.500 kall. Hann þolir náttúrulega enga skoðun út frá venjulegum viðskiptum. Nei. En þá eru auðvitað þeir sem kaupa þetta á 6.500 kall kílói, þeir eru að reikna með að þarna þeir geta fengið ákveðin afslátt af vigtunni, í endurvigtunni, geta fengið hagrætt fyrir sig. afslátt á geta selt fiskinn á undirverðin til sín. Og skattlausir. Já, þetta er svona eitthvað sem að ábyrg stjórnvöld ætti að staldra við og stöðva í staðinn þess að verða svona meðvirk með eins og mér finnst ríkisstjórnin núverandi vera. Já. En þetta er nú það sem að við búum við í dag. Já. Þessi ringa vitleysa. Strákar, eitthvað á lokum? Já, bara þakka fyrir hennar þátt og ég hef hort á alla og frábæri þættir og þessi umræða að það er ekki tilviljun, hún fáist ekki fram annars staðar, að vegna þess að þeir sem hafa hagað þessari vitleysu þjóðin blæði fyrir, að þeir óttast hana. Ef þetta væri eðlilegt, þá væri þetta þessi þættir og umræðmun meira í ríkisútvarpinu. Ekki bara ríkisútvarpinu, öllum öðrum fjölmiðlum á landinu, bæði papírsfjölmiðlum og útvarpsstöðvum og annað þess áttar. Já, ég tek undir þetta með Sigurjóni alveg hjartanlega að þetta er, ég hef líka hort á alla þættina, ég hef lært helling að því að horfa á þættina. Það er bara rosalega mikilvæg atriði sem að ég vissi ekki hafa komið fram í þessum þáttum. Þannig að þú átt alveg hrósskilið og samstuðin á hrósskilið fyrir þetta. Þess vegna er ég að hvetja alla áhugamennum sjávarútvegsmál sem vilja hafa heiðarlega og opna umræðu sjávarútveg að styðja við bakið á stöðinni. Já, ég tek undir það. En ég ætla samt að fá enda á því að segja fyrir mitt leyti að smábátaveiðar strandveiðarnar verða ekki teknar af okkur. Þetta verður ekki héðan í frá, verður þetta ekki tekið af okkur. Þau þoraði ekki. Við erum framtíðin, við eigum framtíðina fyrir okkur. Þetta er við eigum eftir að vaksa og dafna, smábátaflotinn og samtakamátturinn er að styrkjast hjá okkur. Sóknarfærin eru að aukast. Röksemdafærslan er okkar megin öll eins og hún leggur sig. Það eru öll rök sem að hneigjast að auknum smábátaveiðum. Við erum komin til framtíðar og já, ég held að baráttan heldur áfram fyrir því. Kjartan Sveinsson, formaður strandveiði félagsins. Ég læt þetta vera loka orðin þín og tek undir þau að þau eru góðra gjalda verð og þetta er það sem við þurfum að horfa fram á. Og Sigurjón, þakka ykkur báðum fyrir spjallið. Takk fyrir mig.